Þetta búið mikill aðdragandi að þessu verkefni og mikill undirbúningur og við erum ofboðslega ánægð með þetta og þetta hefur gengið mjög vel og fengið góða viðtökur. Tilgangurinn er bara að búa til skemmtilegt slow TV. Tilgangurinn er að vekja athygli á heimilislausum köttum og krútta aðeins upp veröldina. Hægvarp þýðir í rauninni það að hér erum að ræða hversdagslega viðburði sem eru sýndir í maraþon útsendingu. Við vorum hérna með hægvarp beint frá Burði og seinna komið Sigurrós í samstarfi við RÚV í fyrra sumar. Norska hægvarpið sem er búið að vera rosa vinsælt og er hægt að nálgast á Netflix. Það eru lestar og bátar og svona samgöngutæki sem að bara rúlla áfram og fólk í rauninni bara horfir á þetta eins og ég geti hort á þennan eld hérna fyrir aftan okkur. Hérna eru alltaf á bilinu 40-50 kettir í heimilisleit og auðvitað svona flestir spenntastir fyrir kettlingum en svo er líka alltaf fólk sem kemur og vil sérstaklega gefa fullorðnum köttum nýtt tækifæri í lífinu sem okkur finnst frábært. Og eru þessir kettir allir komnir með nýtt heimili kannski? Ronja er einn komið heimili hjá dýrahjúkunum sem hjúkraði henni þegar hún var veik en hinir fara á ný heimili þegar verkefnið þeirra í húsinu lýkur. Hvernig er lífið í sviðsljósinu? Og hvernig er það að fíla íbúðina? Bragi Valgeirs sem að hannaði húsið fór að tala, nei, við getum ekki opnað alveg strax út, við byggjum eftir hérna eggjastólunum og veist. Allt mjög smart. Allt mjög smart. Já. Það var nú þannig að ég laðist í mikla rannsóknarvinnu og skoðaði svona fasteignasölu og flett upp öllum húsum í Vesturbæ Reykjavíkur sem ég komst yfir og svo valdi ég úr svona 10 bestu húsin og skeilaði það svo niður í eitt sem er svona pínu leyndamál hvað hús er. En nú er svona svolítið mikið að hönnunarstólum og svona fíneri, er þetta svolítið svona snobbaðar kísur? Já, sko, kísurnar eru svolítið snobbaðar og ég einhvern veginn ákvað að þessar kísur fengju allt sem ég hef ekki fengið. Hérna í eldhúsi, hvað er þið svona að borða hérna? Vil ég ekkert tala um mig eða? What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. En hvað verður ketti í Kattholti sem að fá kannski ekkert heimili? Sko, það tekur alltaf langan tíma að finna handa heimili. Hérna geta kísurnar verið í mánuðum saman og rétta heimili finnst. Já. Svo við gefumst ekkert upp. Við reynum allt sem við getum til að finna þeim góð heimili. En af hverju ætli fólk horfi á svona? Hefur þetta einhver svona slakandi áhrif kannski? Fyrir á tímum vorum við að sækja í afþreyingu eins og sjónvarp til þess að fá kannski tilbreytingu frá tilbreytingar snauðum hversdegi. En ég held þetta sé að snúast við. Og núna viljum við sækja í hægvarp til þess að fá slökun frá asanum í hversdeginum því að við erum hérna sítengd og allt að gerast og alltaf voða mikið svona aksjón í gangi í kringum okkur. Þetta er fínt. Já. No.